Hérna er verkefni 9 og við ætlum núna að klára að setja upp teikninguna. A, B, C, D og E liður eru búnir og F liðurinn það eftir, setjum teikningu á 2 blaði með skýringum. Ef við skoðum fyrirmyndina, þá lítur hún svona út. Það er sem sagt, við erum búin að setja upp grunnmyndina, 1/50. Þetta fylgir með í skránni okkar, við setjum þetta inn á blaðið líka. Skýringarna fylgja með og þessi skýringar að tákna og textaskýringin sem segir til hæðir og svona almennt það sem á að vera í. Einnig þarf að passa sér á teikningum og það er það að teiknihausinn þarf alltaf að vera vel merktur. Númerið, dagsetningin, hver teiknar, hvað þetta er, verkefni, grunnmynd, raflagna, verkefni 9 og það myndi góða. Þetta er mjög mikilvægt. Við hefum ekki gleyma því að við erum að búa til pappíra sem eru ígildir löggiltra pappíra og þau eru að vera svona rétt upp settir. En átakskráin okkar er sem sagt hún er uppsetteiknuð svona og hérna erum við með, eins og við sagði áðan, þeir eru búin að teikna lagnir og hérna erum við með skýringarmynd fyrir frágang sökkuskauta. Hérna erum við með skýringar fyrir raflagnatáknin og hérna er textaskýringin. Það mætti alveg að maður sjá einhverja smá staðsetningarvillur að að gera laga eins og hérna. Þetta er binda, þetta var með ennið alltaf. Þannig að síðan við skoðum hérna niðri, hérna A2 heitir ekki, það var alveg tómt blað. Við skoðum við kunum skoða hérna Page Setup Managerinn hérna í hægri smelli og setja Page Setup Manager og vel hérna Modify og segja stillingarnar. Það sést hérna líka niðri 594x420, það er rétt stærð. Þetta er sem sagt A2 teikniblað. Kunum hafa skalna og reikna með einum. Í svo full bleed og þetta er tilt á monokrom hérna. Og ég er með prentarinn hérna DFF til þess plott. Þetta að hafa þetta hjá okkur. Þetta er alltaf í grunnskjölinu. Ok, þannig að við erum búin að staðfesta að þetta er rétt stilt. Teiknihausinn er hérna sem blokk og það er þetta að fara náttúrulega einhverja leiðir í því, þetta að skrifa svo, insert svona en við vitum ekki hvað hann heitir. Við getum slegið sko vaft og allt vaft, hann heitir rammi en við vitum það ekki. Það þurfum við bara einmitt að fletta hérna upp, hann kemur hérna preview hérna til hliðar. Það er líka önnur appir, þá fer ég hérna í insert hérna, smetla þetta og stækka hérna ramma og sé ég alla blokkina sem vinni og við sé heitina fyrir neðan hvað þetta er. Það er að smetla á það og það er engin 0 stilling á þessu þannig að við þurfum bara að síðskapa út en punkturinn er hérna á endanum þannig að þetta ætti nú að smetla svona. Og þá kemur upp hérna möguleiki á að fylla út hvað á að vera rammanum og við sjáum það í fyrirmyndin okkar hérna. Úps, já, ég ætla að bæra mig til hliðar. Þetta er það sem á að vera hérna. Þetta er sem sagt verkefnaheiti, teikninganúmer A0, útgáfan 1, kvarðin á að koma hérna fyrir og það standi ekki hérna, þá skrifum við hérna 1/50 og
teikna það eru uppastafinni ykkar. Verkheiti er verkefni 9. Verkhluti, grunnmynd. Og blaðastærð A2 og áfangið það er TDCA. Svona, ég fyllt þetta út hérna, þannig að þetta ætti að vera svona eitthvað í þessar röð hér. Og mun ég að setja þetta upp að staðina eitthvað við, ýtum OK, þá kemur þetta svona út og það sem okkur vantar hérna er reitur sem heitir samþykkt eða nafn nemanda. Stendur hérna að fyrirmyndinni. Þá þurfum við að breyta rammanum, þess að við ljóman í hægri hvelli. Svo ég edit blocking place. OK. Þá kemur þetta svona. Og ég vil að þið setji þá inn Núna er kennari, multiline test og skrifi hreinlega bara inn hérna nafnið ykkar og ég myndi þá vilja ýtum að close hérna ljómið nafnið ykkar og setið, þið ætti eiga þannig hérna testa hérna R-testi 3 þannig og setjum hérna, breytum þessu hérna líka nafn nemanda og grunn eitthvað að færa þetta til þetta er move og setjum þetta svona og ýtir svo hérna upp í save change og þá breytist ykkar rammi þannig að nafnið ykkar kemur fyrir hérna. Síðan ætlum við að setja upp viewportið. Við þurfum að byrja því að velja réttan layer. Hann kemur ekki fyrir hér, þannig að ég þarf að fara í layer properties. Ég þarf að fara í all used layer, kveikjum á því. Það hérna er einhver rammi sem heitir viewport. Við draga það bara inn í raflana aftur. Kveikjum á raflanum og slökkum. Það er reðan hérna uppi, viewport. Og hann er stilltur á að hann prentist ekki með, sjá hérna. Förum hérna í flipa sem heitir layout og hérna í layout viewport og rectangular. Og þá getum við teiknað inn kassa, byrjum á því, eitt hérna frá ofan. Ýtum á speil sem endurtekur í skipuna og teiknum annan. Hérna einhvers staðar þriði kassin, hérna einhvers staðar og fjóriði kassin er hérna einhvers staðar. Við fínstillum þetta svo þegar við erum minna. Byrjum við því að hýta á escape, byrjum við því að stilla hérna grunnmyndina. Ég nægi hana, setja hana svona fyrir miðju cirka og fer svo hérna niður og kveiki á skalanum, stilli á 1:50 svona og svo fínstilli þetta með því að halda henni skrolltakkanum og þú sjá ramminn minn er kannski aðeins of lítill en þetta sleppur kannski og svo ætla ég að nú erum við búin að stessa þetta fyrir miðju og smelli svo á lásin sem er hérna niður svona og þegar ég smelli einhvern dag tvísmelli fyrir utan teikninguna tygg svona og get þá valið ramman og ég stækka hann eftir tvörfum þannig að ég sjái alla grunnteikninguna mína, grunnmyndina. Svona. Svo tvísmelli ég hérna í hliðarramman. Zoomum inn á sökuskvöldið.
ég set skalan hérna á 1/50 líka. Dilli þetta að, þannig að þetta sé svona smá samræna hérna á milli teikningana. Þannig að við setjum 1/50 og smelli lásin á. Ving. Smelli hérna, tvísmelli fyrir utan. Þetta er að losna út úr viewportinu. Tvísmelli þetta hérna viewport. Og hérna ætlum við að hafa skýringartastan, þannig hérna. Svona, stilla þetta í miðjuna, fer svo hérna niður. Þetta á móti 50. Svona. Stilla þetta af, fínt stilla þetta svona. Smelli lásinn. Tvísmelli fyrir utan. Og við getum gripið hérna í viewportsgluggann. Þetta var greina að vera aðeins stærra, þá er testin sjáist, sjá hérna. Svona. Okay. Ekki af ákveðið því að þetta sé að krossa, það er allt í lagi. Hítið escape og vel move hérna. Hítið vel verið að tilsegja með þetta öðruvísi. Í stærð, sjá ég get fært til viewportið, það bara farið allt til. Ég tvísmelli hérna inni, skveikja á þessu. Hérna ætla ég að setja táknin, það er alveg þannig, þessi hérna. Og passi ykkur hún sagði að reyna að hafa þetta svona í línu við það sem ég er fyrir. Ég setja þetta hérna 1/50. Og smella lásinn. Smelli svo fyrir utan sem getur slökkt á viewportinu og þá getur gripið hérna í rammann og þá getur fært þetta til hann eða svona. Þetta sleppi. Svona þetta lítur út þegar þetta hefur verið búin að breyta rammanum, setja nafnið ykkar, merkjar, allt vel á skilmerkilega. Þetta er búin að búa til þessi 4 viewport í 0-layerunum. Setja þetta á móti 50, stilla þetta upp og við getum þá skoða hérna smá plot preview hérna. Svona. Þá ætti að sjá þetta svona, þið sjáu að viewport ramminn hann sést ekki, það var leið sem var diltur á, hann prentist ekki. Og hérna ætti að sjá frágangsskaut, sem svo grunnmyndina sjálfa, skýringarnar, skýringatáknin og síðan teikni hausinn með elju. Þá er þetta verkefni bara lokið. Takk fyrir þetta.